Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Hörru, Sarja, velkomin. Takk fyrir. Það rosalega gaman að fá þig. Já, ég rosa spennt. Ég hef aldrei hitt á þig. Þú hefur aldrei hitt hann heldur. Ekki svo ég viti. Ég búin að hlusta mikið á þig. Ég búin að hlusta á sóttkvína. Já. Og núna bara eili allan vetur. Vá. Svona öðru hvoru. Og en svo var það í rauninni bara þessi umræða núna sem að kom upp á yfirborðið með psilocybin sem svona kontra í rauninni önnur úrræði í svona geðheilbrigðismálum og svona sálargæslu. Og þetta hefur alltaf verið svona svolítið mikið hitamál fyrir mér og ég hef svona ber með mér svona mikla fordóma í rauninni gagnvart í rauninni hvernig í rauninni geðlyfja batterið keyrt og geðheilbrigðiskerfið keyrt í dag af í rauninni lyfjum. Og þannig að þetta mikið hitamál fyrir mér og ég mjög spenntur og að fá að heyra svona þitt take á þetta. Þurfum við ekki eitthvað að byrja að kynna CBD, altså styrktaraðar? Jú, þú bestur í því, ég ekki það. Gerð þú það einu sinni? Ég er búin að gera það. Gott CBD betra en ekkert CBD. Nei. Gott CBD betra en margt CBD. Já, ég veit það. Æðislegt, ég þarf að koma inn í gínin. Við erum með spons og við erum að æfa okkur í að kynna krem og svona dót, sko. Þetta svona ekki Við erum alltaf með kremkynningar öðru hvoru. Já, ég heyrði njálgasöguna. Já, það? Já, mjög krúttlegt. Ég finnst þetta ekki flott hvernig ég skilaði skömminni. Já, mest bara það alltaf svo flott að stíga inn í vulnerability. Þannig að 10 points. En þú veist að ég vinn í stofnun, allt það sem eru börn, leikskóla og skóla og það eru cirka 20% tilkynningar hlutfall af njálg í leikskólum í dag. Vissir þú það? Nei, ég vissi það ekki, en mamma mín svona hjúkrunarkona ljósmóður, vinnur á heilsugæslu og hún svona smitvarna fanatík og hún segir að 80% af fullorðnu fólki sé með njálg. Sé með? Sé bara almennt, já. En það ekki alltaf lagi? Hann ekki bara Jú, það alltaf lagi. Hann ekkert hann bara nasla, skilur það eins og En hvað segir þú þá þessa kenningu sem ég með varðandi í rauninni ofgreiningu á ADHD versus, erum við ekki bara mögulega með njálg en ekki ADHD? Já, þú meinar. Því nú bjó ég í Danmörku 14 ár, þar var enginn með ADHD en þar voru allir með njálg. Jú, sko, málið að það ekkert eins sem sýnist. Nei. Og það nefnilega málið, við höldum alltaf að vitum eitthvað og við vitum ekki neitt. Og mér finnst það einmitt vera bara það er svo mikið af bakteríum inn í okkur og ormum og vitið það, ég var að vinna hjá Kollu Grasa í Jurtapotekinu og það var svona hreinsi föstunámskeið og bara hreinsa fasta og það var ein kona á námskeiðinu bara svona búin að vera vegan í 20 ár og rosa grönn og bara bara svona flottasta heilsukonan og eftir föstunámskeiði þá tók hún stólpípu og þá tekið stólpípa og hreinsað hvað kemur út úr henni? 2 svona ormar. What? Já. Já. Og þeir eru kannski margra ára gamlir. Já, margra ára gamlir og þetta bara og núna ég inn í einu svona hreinsunarhóp og þá þetta bara svona svolítið algengt að það bara fullt inn í okkur og þessi dýr þau gefa frá sér úrgang og þessi úrgangur eins og reyni bara eitur í kerfið okkar. Oh my God. Og svo annað skemmtilegt að því að ég svo mikinn áhuga á sveppum og það til svona parasite fungus sem að bara hann bara sest í heilan á pöddum eða bara fer inn í pöddunar og lætur kannski skordýr sem að felur sig neðst í grasinu klifra upp tré og á okkur laufblað þar sem að sést vel og lætur að stoppa lætur að býta sig fast kannski á laufblaði eða greinina og þá byrja sveppurinn að vaksa út úr skordýrinu út úr hausnum en málið við erum með fullt af svona dóti inn í okkur bæði svepp og einhverjum svona parasites sem að eru að stjórna okkur aðeins meiri sykur, meiri þetta því að þau vilja sykur og við höldum eitthvað svona þú veist, bara erfiðu dagur, best að fá sér
eitthvað snikkast eða En sko, þú vitandi þetta, hvað gerir þú svona til þess að koma í veg fyrir of mikið af löngum ormum og svona, og veist, svona nasty svepp? Hvað gerir þú? Ég bara reyna að borða hreint, frekar hreint. Og sykurinn hættulegur eða ekki góður? Já, ég sko tók út sykur, hveiti, áfengi og fréttamiðla 2015. En sko ormanni verður ekki til í tómarúmi, þau hljóta að koma úr eplinu eða eitthvað. Ég gleymi aldrei, ég var að borða Fuji-epli á Sæbrautinni og ég borðaði og svo tók ég bita og leit niður og það var bara partí inn í eplinu, skilju. Og ég ældi yfir allan bílinn og ormar út allt, þetta var algjör viðbjóður, sko. En sko, svoleiðis ormar deyja inn í þér. Já, það? Já. Þessi litli Fuji-ormanir. Já, þeir eru bara næring held ég fyrir þig. Ok, en það er svona, þú tala þessa löngu? Ég er að tala ykkur svona öðru svona parasite ormar sem að eru bara svona hýsla svona. Hvernig var það til? Þeir bara fæðast. Nei, hvernig var það til? Ég veit ekki. Ég er ekki sérfræðingur. Nei, ok. En ég hef bara áhuga á þessu og mér finnst ótrúlega skemmtilegt hvað það er mikið inn í okkur og við erum bara svona, oi þessi er með njálk og örgulega 80% af öllum bara með njálk og Já, en veistu, það sem ég finnst fyndna við þetta er að það fylgir eitthvað, og ég bara fatta þetta með því að skoða þetta hjá sjálfum mér, það fylgir eitthvað skömm raskatinn. Já. Það er raskatsskömm í gangi. Já. Og veist, ef að njálkurinn væri eitthvað annars staðar, þá væri þetta ekkert mál, sko. Já, hann var í eyrunum eða eitthvað? Já, einmitt. Já. Og þegar ég er með tver hérna úti í apótek og eitthvað úlinn doffa, hvort ég sé með psoriasis eða exem í rassinum, veist, þá er það örvæntingar úrræði hjá mér því ég þor ekki að fara til læknis og fá lækni til að skoða upp í rassin á mér. Þetta er mjög áhugavert. Þetta er svona svo strákar í jógatímum sem er alltaf í sokkum því þið vil ekki sýna á sér tærnar. Hefur þetta ekki eftir þessu? Nei, þetta er líka mjög þekkt fyrir bara, sko. Já, og ég var svona í mörg ár, ég þorði aldrei að vera berfættur, ég vildi ekki vera berfættur. Nú er ég jógakennari. Já, þú hefur ekki tekið eftir þessu. Ég hef ekki tekið eftir þessu, þetta er kannski eitthvað sem er bara meira hjá þér. Já, það getur vel. Ég var að fara að skoða þetta. Ég hef látið krukk í rassinu með að lækni oft. Já, það var ekki bara. Nei, og punkurinn og allt. Það er eitthvað mikið að. Nei. En það er náttúrulega auðvitað bara kynfæri og endaþarmur. Þetta er auðvitað bara. Þetta eru viðkvæm og persónuleg svæði. Viðkvæm persónuleg svæði og það er líka skömmin, það sem er brot og þannig að það er alveg eðlilegt. Við ætlum að fara inn í það, áföllin. Já. Og trámaðið. Já. Því það hlýtur að vera það sem veldur ótta, kvíða, þessi óuppgjörða fortíð, hvort hún sé í okkar lífi eða eitthvað svona karmist lengra. Einmitt. Og sko, fossan. Áður við förum inn í þessa ræðuðína með söppina. Þú ætlar að fræða okkur þetta. Þá, altså bara, hérna er spurningin, sko, bara hver er Sara og hvers vegna endar við í svo kallaðri sálgæslu, heilun og hvenær koma svo sveppirnir inn? Já. Hver er Sara? Já, Sara er bara ég og núna er svona bara, ég er allt og ekkert. Mér finnst það svona skemmtilegast af því að maður er aldrei búin að vinna í sér, ég er samt búin að vinna í mér í mörg ár og ég man þegar sagan mín var alltaf svona eins og þú kannski þekkir að tólspora veist, maður fór upp í pontu af söguna, pappatráma og þetta og svona, og sagan var svona maður og ég svona upplifa allavega núna að sagan sé svona eins og fyrirlíf eða einhver bíómynd sem ég horfði á þannig að, og þá er ég svona ok, vá, ég held ég sem búin að droppa sögunum minni allavega á mestu leyti og svo er annað að maður veit aldrei hvað er óklárað. Þegar maður heldur allt sér klára, þá er maður á villigötum. Þannig að hver er Sara? Já, ég er amma, eins og við tölum áðan. Minnst það geggja, sko. Já, og það er Gabi, 3 ára ömmustelpa mín, og þegar hún fæddist, þá var hann eins og geimvera. Og ég var viðstödd fæðinguna, og þegar hún kom í hendurnar á mér, ég sagði dóttur mína, Guð hjálpi þér, hún er alveg eins og ég, sérst, í orkunni sinni. Og hún er algjörlega, hún er eins og hvirfilbyljur, hún er stjórnlaus. Þú veist, hún bara fer ekki eftir neinu. Ótemja. Og hún er ótemja og Guð, sko, en stórkostleg, bara vá, og að fylgja, því ég fylgdist með henni, að sjá hvernig hún var, þú veist, ég byrjaði að labba, ég man það ekki, 7-8 mánuða, bara, þú veist, ég var bara nýfætt, ég byrjaði að labba, hún líka og fylgjast með þessu, ég var bara svona vá, hvað hann er fullkomin oh my god, þetta er ég
wow. Og ég En fékk svo hvernig mikla var að fá þessa fæðingu inn í lífið þitt í dag, veist, í samanburði við kannski þegar þú eignaðist dótturina? sko, það var rosa mikið heilun Já. ég upplifði þegar hún fæddist ég bara svona I did it, eitthvað svona full circle tilfinning bara Já. svona I can die now, ekki að mér langi að deyja en svona, það kom eitthvað svona bara þú veist, ég komst í mark eitthvað svona þannig tilfinning en sko þegar ég eignaðist son minn sem að á ekki litlu stelpuna, hann eldri þá var ég sko 17 ára eða ég var ólétt, þá var ég 16 og 17 ára á Akureyri og ég fór á hnén og ég bara takk við loksins, bara loksins og ég bara þakkaði Guði fyrir og og mér finnst ótrúlega fyndið í dag að hugsa til þess að 17 ára stelpa hefði bara þakka Guði fyrir fyrir þessa gjöf en sko svo ég hef alltaf verið með eitthvað svona börnin mín heita Nathan Birnir Natheos Theos Guð gjöf Guðs og Dóron Theos Guð hefur gefið þannig að ég skýri börnin mín gjöf Guðs og Guð hefur gefið þannig ég vil nöfnin eftir meðvitað og meðvitað þannig að þarna var ég bara 17 og 19 ára á Akureyri eitthvað. Ertu trúið þá? Já, ég mjög trúið held ég en svo náttúrulega bara ég trúi ekkit endilega á kirkjuguðinn sko en ég man bara alltaf því ég var lítil ég hef alltaf bara vitað að það sé einhver eða eitthvað að vaka yfir mér og bara og Þú hefur fundið það? Ég bara fundið það ég bara í gegnum allt þá hef ég alltaf fundið fyrir þessu að bara það vakað yfir mér, það þarna Guð eða aðri máttur eða eitthvað, einhver sem að vaka yfir mér þannig að það hefur alltaf verið bara svona ekki farið nema eins, ég giftist einu sinni tattúartista sem að hataði Guð og þá svona hafnaði ég Guði svona, og ég man því að með hannum þá svona var ég stundum að biðja bænirnar svona, hann var og ég svona hvað fór svona til hliðar og svo þyrfti ég sko því ég fór inn í 12 spora samtök Al-Anon eftir sambandi við hann þá svona þyrfti ég fyrirgefa mér fyrir að þá svona eins og ég hef svona snúið baki við gömlum vini og en Guð tók mér bara aftur það var ekkert vandamál þannig að ég hef alltaf haft bara mjög sterka eitthvað svona trú En var það sem sagt svona afsprengi þessara 12 spora vinnu og fleira hreyfingar sem þú ferð inn í þá þessi jógafræðina eða heilun eða það svona í kjölfarið á því eða? Já, ég fyrir í 12 spora inn í 12 spora samtök 2007 minni mig 2007-08 og lendi þar bara á hnjánum og Hvað meinar með því? Þá var ég búin að vera þá var bara vera með manni sem var bara andlegt ofbeldi fíkil bara og reykti 10 grömm á grasi á dag og ég að reyna einhvern veginn af fíklan og af og græjan og fer í 12 spora samtök og þar bara finn ég bara á fyrsta fundi bara ég komin heim ég upplifi það einhvern veginn og fer bara í mikla fundasókn og mæti á funda hverju degi og græta alla fundi og sá hvar ég beitti grófu andlega ofbeldi sem svona og svo magnað að sjá það þú veist, þegar maður fórnarlambið þú veist, þá ég alltaf þú veist bara góða að þóknast og ég geri allt fyrir alla og bara ógeðslega góð en þú veist it takes two to tango skilurðu að þú veist fílustjórnun og vera sár tala ekki saman, allt þetta sem ég notaði svo mikið og var svo góð í rauninni eða bara komið góða æfingu í það var svo mikið frelsi fyrir mig að sjá þetta og vera bara wow Þetta frambúð eftirspurn ég var svo tilbúin að sjá þetta já, einmitt frambúð eftirspurn þannig að það breytti lífið mínu algjörlega sko og ég segi oft sko ef ég myndi þurfa að velja á milli hugleiðslu, jóga
psychedelics og Al-Anon þá myndi ég örugglega velja Al-Anon af því að upp í staði þá ég hérna í líkama í samfélagi og samskiptum með fjölskyldu og hérna með íslenska samfélagið bara gegn, þetta bara eins og þorp þar sem eitthvað veiki það bara eitthvað veiki í þessu þorpi við íslenska samfélagi það svo gegnsýrt af meðvirkri hegðun að hérna það skiptir miklu meira máli og földum alkoholisma já og falin alkoholismi meðvirk þetta bara við fáum bara meðvirkni bara með brjóstamjólkinni þannig ég hef oft sagt að ég myndi örugglega velja ef ég myndi þurfa að velja milli Al-Anon af því að ég losna ekki úr samskiptum og fjölskyldu og tengslum aldrei það skiptir mestu máli þau uppi staði að vera góður í því og það eins og allar hína greinarnar séu svona ákveði við hengi en ekki sem við bætir já þetta hjálpar allt þú veist að opna og anda og tengja en við þurfum að tengja til þess að ná að vera hér og geta verið í hreinum og beinum samskiptum og eðlilegum þannig að en hvenær koma sveppitur? Því að þegar ég var að taka sveppi inn í gamla dag við erum að tala fyrir 27, 8, 9 ára síðan þá ég ungur mjög ungur, bara einaðu tvítugt og þá ástandingurinn minn í rauninni bara einn og þá að komast í breytt ástand og náttúrulega í engum svona andlegum stað þar sem að ég var tilbúin að vinna með nokkuð skapaðan hlut ég vildi bara komast í breytt ástand og svo var einhvern veginn bara svona happdrætti í rauninni hvers konar ástand ég komst í hvort sem það var altså gott trip eða slæmt trip og engin hugsun hvað var það umhverfi sem að var í fattaru þannig að það mín reynsla en hvernig ferð þú inn í þetta? Þessu tengt ég fer inn í þetta þannig að 2015 þá var það svona kaflaskil í lífinu mínu og ég fer að læra heilun og þá fer ég að læra að vera heilari og þá tek ég út sykur, hveiti, áfengi og fréttamiðla og þá bara hreinsa ég bara segi bless einhvern veginn við gamla lífið og stíg inn í þetta og stíg inn í heilun og jóga og allt þetta og þá eru svona einhverjir hippar í kringum með að microdósa og það microdósa að taka psilocybin svepp í svona mikróskömmtum, svona litlum skömmtum. Hvað eru litlum skömmtum? Það svona 0,2 milligram eða ekki, eða 0,2 gram. Er það þá daglega eða 2 á dag? Nei, ekki daglega, það eru alls konar svona microdose protocols og þá oft eins og eitt það að taka 1 dag og sleppi 3 daga. Taka 1 dag og sleppi 3 daga. Það til dæmis algengt eða taki 2 daga, sleppi 3 daga. Er búið að sýna fram á, hvernig eru þið búin að sýna fram á hvað virkar best og fyrir hvern og svona, þetta, hvað stönduðu með það? Þú ætlar að taka einhvern, ég ætla bara að fara að mikrodósa, hvernig veit ég kannski hvað er að með út frá mínu skilur? Já, ég myndi segja að ef þú þarft struktúr, þá tekur þú alltaf bara í 2 daga, 1 eða 2 daga og sleppir í 3 daga. Og finnst svo bara? Já, en svo getur þú bara fundið hvað hendar þér. Kannski viltu taka í 5 daga í röð, en þá skaltu sleppa kannski að taka í viku. Þú veist. En hvað er microdosingin að gera fyrir mig og af hverju ætti ég að vera microdosa og af hverju þarf ég hvíldin á milli skammta? Já, það sem microdosing gerir fyrir fólk er að flestir bara upplifa bara svona einmitt bara svona þú veist, upplifa létti. Fólk losna við kvíða, fólk er að trappa sig niður af til dæmis lyfjum, kvíða og þunglyndislyfjum. Krabbameinssjúklingar hafa verið að microdosa til dæmis, fólk með verki, vefjagigtarsjúklingar hafa losnað við alla verki og hætt á sterasprautum eftir að fólk byrjar að microdosa til dæmis. Og af hverju ættir að vera að gera það? Ef það kallar á þig, þá getur þú hugsanlega að prófa það. Og af hverju hvíla á milli? Af því að þú byggir upp þol í rauninni ef þú ert að taka alla daga.
og ég myndi segja að hérna og við viljum það ekki nei, við viljum það ekki og bara ekki vera þú veist háðurneinu, skilur og hérna frekar eins og til dæmis svona treatment resistant hérna þunglindi sjúklingar sem hafa verið gerð heimildamyndum Robin Carhart Harris út í hvað heitir skólinn út í London ég man það ekki það var gerð heimildamyndum 3 menn sem eru hvað treatment resistant á íslensku treatment resistant, þetta svona það bara hvað segirðu? Ómeðhöndlunarlegt í rauninni bara þunglindi sem að bara ekkert virkar á untreatable í rauninni að að þessi menn fara á sveppa tripp með í þerapiskum tilgangi og þá virka trippið eins og kvíða þunglindislif í kannski 2-3 mánuði á eftir já og ég er svolítið forritin að vita af hverju, hvað það þú nefnir hérna áðan að kvíðin minkar og verkir og vefja gikt og svo framvegis en hvað það sem að psilocybínið að gera já og líka hvort það eitthvað sem triggar að þunglindi aftur skilur þú talar 3 mánuði svo líka vika og það engin triggar úti sem geta virkað þunglindi aftur eða hefur þetta já en svo það bara málið að þetta snýst allt taugakerfið okkar taugakerfið, við sjáum bara svona greinakall inn í okkur og taugakerfið okkar í þenslu bara samfélagið í dag taugakerfið okkar þolir ekki þetta samfélag í rauninni það bara vinna bara duglegur stress skóli, börnin, allt þetta svona fight or flight bara fight or flight, já, fight or flight þannig að þegar fólk kannski gerir eitthvað til þess að reyna að vinna á móti ofspennu í taugakerfinu en gerir síðan ekkert til þess að viðhalda í rauninni skiljiði, þú veist, þú farð á okkur lyf til þess að líða betur en síðan eru allar aðstæðunar jafn toxic skiljiði, farð á tripp til þess að líða betur og það bara wow, en síðan ferðu þú veist, hvað ætlar svo að gera þú veist, ætlar að hreinsa til í mataræðinu, ætlar að fara að stunda jóga, ætlar að fara að taka til í kjallaranum Pandoras boxinu sem við erum öll með æsku trauma boxið og ég myndi segja að það sem að einfalt útskýrt og ég bara legg áherslu á það fyrir fólk sem hefur áhuga á þessu ég ætla ekki að fara að útskýra svona scientifically nákvæmlega hvað psilocybin gerir og það bara hægt að finna bara rosalega mikið af flottum áreiðanlegum rannsóknum á netinu með það en svona einfaldlega útskýrt í allska myndlíkingar taugakerfið setur þessu snúra svona bara þvottasnúra og í snúrunni hanga hnullungar það sem að microdose gerir það eins og lyftir undir hnullunguna léttir á þeim og það sem trippin gera að klippa þá af og taugakerfið snúran og taugakerfið okkar og taugakerfið allt kvíði, þunglindi bara verkir, bólgur mægins þetta sem rosalega mikið tengt líkami og hugur algjörlega, þetta algjörlega samtengt og við erum svo miklu samtengdar en við gerum okkur grein fyrir bara algjörlega og á magaástandið hjá fólki því ég var að vinna hjá Kollu í Jörtabatekinu að þegar magaástandið í rugli það aðeins bara það getur skapað þunglindi já og magaástandið þetta svona eins og þegar ég var alltaf að svíkjum skatti í gamlanda og svo fekk ég bréf frá skattunum í post og hvað gerðist? Ég fekk bara meldingatruflanir og niðurgang þannig að þá maginn komin í rugl og afleiðingin af maga ójafnvægi einmitt þunglindi ofan á kvíðan sem að hlýst af því sem olli þessu öllu til að byrja með þetta maður fyrir algjör ringar á mjóbaksverkir og það finnst mér alveg rosalega mikið sem ég þurft að lesa í Herðu, ég skal núna má ég segja hvernig þegar fólk kemur til mín hvað ég fara að tala já, endilega ok, að þú til að mjóbaksverki ég kem inn að tíðin, ég er að drepast í bakinu aðalega hægra megin Sara ok þú frekar kemur til mín og kvartar yfir að þú finnur ekki tilgang í lífinu og og eitthvað svona þú veist allt grátt og síðan ertu bara ógeðslega stífur og við erum einmitt líka miklu tengdara náttúrunni við höldum
við vitum og eins og til dæmis tré og blóm vitið hvað þau þurfa til þess að stækka og vaxa Súrefni, næringu, Næringu. sólarljós ljóstilífun já, já, þau þurfa líka þau eru í sameiginlegu rótakerfi sko. þau þurfa mold og jörð og við kunnið orkustöðunar Já, ég búin að reyna að stela af konunni lengi sko. Já, orkustöðu neðsta orkustöðin er rauð, það er rótastöðin og rótastöðin, það er heimili, innkoma, öryggi og mömmu og pappasárið Hvar er hún? Hún er neðst, hún er bara í rauninni í spönginni Er þetta kynhvötin þá? Nei, það er rauða þetta er bara rauðin, herri, svo kemur kynhvötin appelsínugula kynhvötin er framkvæmdarorkan og sköpunarkrafturinn það er bara sama orka þannig að þegar þú finnur kynhvöt finnur græddu eða kynhvöt það er bara ábýtu að ríða en ef þú myndir virkilega finna þessa orku og finna, þetta er framkvæmdarorkan sem er að hreyfast innrætt með þér og sköpunarkrafturinn Þú eru nýtt hann í hvað sem er og stýrt henni Já, og þannig að það sem að ég og svo er guli sólarplexusinn, það er lífskrafturinn þessar þrjár eru rótar stöðvarnar okkar rótin, svo kemur hjartastöðin málstöðin tjáningarstöðin og þriðja augað og krónan svo innsæð og svo uppljómun Já, nema hvað að við fólkið, við viljum alltaf vera rosalega stórt og flott tré með stærstu blöðin og sjást mest og vera flottust Svo er allt hitt í rugl nema hvað, að við bypassum rótina tré sem er ekki vel rótað ofan í jörðina það stendur ekki skiljið þetta og svona vinn ég með fólk við þurfum, það eina sem við þurfum að gera við erum að fara bara í rótina Hvernig gerum við það? Bara með sjálfsvinnu og skoða mömmu og pappasárið Mömmu og pappasárið? Já, og flest erum við með æsku tráma og það þarf ekkert að vera ofbeldisfullt tráma til dæmis flest okkar fengu ekki tilfinningalega öryggi sem við þurftum æsku fengum ekki viðurkenninguna Fengjum við Davíð til fyrir einn ef við kemum saman Já Í alveg? Við erum bræður Er þið bræður? Já, við erum bræður Ó, ég vissi það ekki Sömu tráma, bara einu Halló Geggjað Já, þannig að og mamma og pappa okkar þau voru að gera sitt besta sem var yfirleitt frekar hrikalegt Yfirleitt kannski ekki alveg nóg gott Nei, en voru að gera sitt besta og þá fengum við fullt af juicy lærdóm sem að við erum ekki búin að fatta sér lærdómur þannig við berum það sem tráma þannig að það þarf að fara að skoða þessa hluti að því að þetta eru svona tvær rætur sem að festa okkur dýfst í jörðina bara ég veit hver ég er nema þær eru myglaðar að því að við erum með gremju Já, við erum með gremju, sorg óttan við höfnun þetta er ennþá lifandi í okkur þannig að fara í þessi mál þá festast þessar tvær aðalrætur sterkar í jörðina og svo er það kynhvötin og ég segi alltaf við menn sem að koma ég myndi, manstu kannski ég varst í grunnskóla eða eitthvað, fórst í leikfimi og sást annað tippi og bara svona bara, wow, bara fjöxt í hann kannski og bara svona, nei, byrju, oi, ég er ekki hommi sko, bara skömm þannig komin, bara fyrsta skömmin síðan bara næst, þú veist síðan bara spilast þetta út, næstu að sér hann að gaur bara hugsa tippið á hann bara oi, eða vissu hvað ég verið mikil hommi eða, þú veist, svona er svo mikið hjá kallmönnum þannig að, vá, ég er svo spennt sko Við erum svolítið að tala klámi líka sko Já, bíti, lass mér að klára Við erum að tala kendir og hvar var ég? Í sturtunni bíti Já, ég las rannsókn þar sem að ég man ekki hvað það var 95% af öllum dreymir hópkynlíf það snýst ekki hópkynlíf það snýst að vera séður að vera séður og að finna og tengjast og það er tilfinningin undir þessu bara hópkynlíf og þetta snýst að vilja dýpri tengingu Við erum það framleitt bara sem orgíu verur ef við varum í fullkomnu jafnvægi Sko, í rauninni þá þú veist, eins og til dæmis í mörgum svona
vakandi spiritual samfélögum þá fólk meira að leyfa sér að tengjast við aðra í vitund og í samþykki og þá ekki þetta possessiveness ég á þig, þú mátt bara vilja mig af því að það bara í eðli mannsins að vera bara vá, þessi heillandi, vá, hérna hvernig væri að vera með þér, hvernig væri þetta þú veist, og það bara mun eðlilegra en fólk leyfir sér að leyfir sér að leyfa sér finnst þér? Finnst mér, já, og ég alls, vá, trúið mér, ég ekki að segja að fólk sem tvö saman í sambandi, að þau séu bara hvað lokuð og eiga að vera með öllum. Bara alls ekki. Og mér finnst þetta ekki eitthvað sérstaklega, en þetta bara aspekt að skoða þennan part, þú veist, í sér að og það málið hvað lifandi inn í hverjum og einum og það það sem að ég þú veist, mér finnst þetta ekki en ef það lifandi inn í þér að láta flengja þig en þú skammast þín fyrir það eða að láta binda þig en þú skammast þín fyrir það ekki einu sinni sagt konunni þinni það eða að vera með öðrum og það svo margir svona partar lifandi inn í okkur en við þorum ekki að segja neinum það en þetta partur að þér þannig að þarna ertu að taka bara part af þér sem bara aspekt af þér og setja hann í skömmuna skilurðu? Í svartholið og þarna og þetta lífsorka og lífskraftur sem að þú ert ekki leyfa að leysa úr læðingi af því að þú ert að skammast þín fyrir hann þannig að ég býð fólki að bjóða öllum pörtunum sem eru inn í þeim, öllum kendum bara út með það já bara þú veist, ég segi svona bara setjum silfurbakka á milli okkar og mátt bara bjóða þeim öllum minna upp á bakkan þú þarft ekki að segja mér frá því en þú þarft að leyfa þessum part af þér að stíga út úr skömmunni fólk alltaf meðvitað þessar eindir? Eða alls þetta, ekki nei, það það sem ég hugsa sko. ég fer strax að hugsa bara, hvað ég að fela eða hvað ég að kvelja hvað já og ég finn ekkert nei og þá fyrir ég að spyrja mig koma til mannesku sem að vita í rauninni ekki hvað það sem þau eru að halda niður og hvernig komast þau að því? Það ekkert eitt svar sko, sumir það svo mikið af vörnum í okkur að við erum ekki meðvitið sko, öll varnarkerfin sem eru inn í okkur þannig að þó að ég vilji veita allt sem inn í mér þá eru bara fullt af varnarkerfin sem kannski því kerfið bara ekki tilbúið til þess já, þannig að það bara í öllum þessum mismunandi lögum já, þetta bara veggur eftir við erum bara með skriljón veggi ég Sara, ég fatahönnur, ég þetta ég var dugleg, ding, og þetta bara svona veggir og bara svona identity og varnar ego til þess að þið sjáu ekki bara hvað inn í mér þannig að það svona þetta geggjulýsing ég tengi við þetta, mér finnst þetta frábært þannig að þetta finnst mér gaman að þetta finnst mér bara skipta máli fyrir hvern og einn en meikar fólk þetta alveg? Hleypur fólk ekki bara út? Sumir hlýtur að vera þungbært fyrir menn með kannski ósiðlegar kendir það hljóta að draga með niður og afsaki orðbræði fokki öllum orkukjærunum og svoleiðis það mennir að berjast alls konar djöfla en getur kendin verið ósiðleg ef að nema vissa stíflur eða tráma sé að ræða því ef það hreint flæði ok, ég skil ekki alveg spurninguna nei, ég meina getur kendin verið ósiðleg já, hvað ósiðlegt getur verið haldin heilbrigðum ósiðlegum hvötum skilur hvað við, er ekki hvötin alltaf ósiðleg ef að það einhverja stíflu eða eitthvað óuppgjert tráma að ræða skilur hvað að segja ósiðleg, ég meina hvað ósiðlegt ósiðlegt að þegar ég fann að brjóta í rauninni á öðrum manneskjum og mér fyrir vikið já, en nú til dæmis þú veist, eru til svona free sex, svona kynlífsfræðingar sem að agitera fyrir því bara að bara leyfðu þér að fantasera eins og þú vilt, bara fantasera með bara hverju sem þú vilt í kringu þig og bara, og þú veist, leyfðu þér, þú veist, það þinn hugarheimur, þú áttan það ósiðlegt?
Nei, en þá ég ekki manifestera það út af við í actual verkna, sko. Þá það meira bara sem fantasía. Já, en hvað þá ósiðlegt? Það síðan að spyrja sko. Já, ég held að það sé ekki ósiðlegt að leyfa hugarheiminu sínum að fara hvert sem hann að fara. Það ekkert ósiðlegt þar, þú veist. Í þeim tilgangi mögulega að ná jafnvægi, sko. Já, að sko bara ná að skila, þú veist, þessari hreinsa og bara skömm og bara, þú veist, ég meina, ég veit ekki, ósiðlegt að láta sér dreyma að vera með dýrum, þú veist, hvar eru mörkin? Það mögulega einhverjum sem getur fundist það. Já, einhverjum finnst það, öðrum ekki. Og það bara allt í lagi, þú veist, á meðan, þú veist, bara á meðan að, ég veit það ekki, þú lætur ekki verða af því kannski en það bara, þú veist, það sem að mér skipta máli fyrir hvern og einn að því að skömmin rosalega þungur bakpoki að bera. Þannig að það þarf fyrir hvern og einn til þess að verða meira hamingjusamur og frjáls að tína steinana upp úr þessum bakpoka og bara óþarfa skömm eins og bara fyrir menn sem að hafa ekkert ímynda sér að vera með öðrum mönnum og eiga konu og halda á þeirri skömm bara eins og einhverjum dauðadómi. Ég meina það bara algengt. En hvernig þarf að losa hana ef það kannski bara í hugarheiminum? Þarf þetta ekki alltaf að brjótast út í tjáningu? Samræðum og svoleiðis? Jú, það náttúrulega best af því að leiðin fyrir sko í rauninni sársauki sem fastur inn í okkur, þetta alltaf yfirleitt fyrir sársauka til þess að ná að hreinsast út í kerfinu sínu, þá þarf hann að fara í gegnum svona rör, þetta finnarörið, finna, þannig við þurfum að finna allt sem inn í okkur, en við gerum alltaf allt til þess að finna ekki, þess vegna fyrir fólki í fíkn, að því að það gerir bara allt til þess að finna ekki þennan sársauka, en þegar fólk þorir eða leyfir sér að fara inn í ferlið að leyfa finnarörun að opnast og flæða í gegn, þá losnar sársaukan og það rosa sterk leið að tala og þá maður líka vera séður, heyrður, stíga inn í vulnerability og og þetta svona hreinsi, þetta svona flaska flaska, gruggið allt í botninum og það tappi á flöskunni og bara ímyndið ykkur kókflösku sem að verið að hreinsa. Þannig að taka tappan af óbúslega mikilvægt og fyrir hvern og einn að finna sér, og ég segi bara fyrir alla að finna sér einhvern, bara sálfræðing, vin, I don't know, sem þú getur sagt alla skuggana þína. Og í náminu sem ég í Hvaða námi ert í fyrir ekki? Það kom aldrei fram. Nei, ég í námi, ég að læra að verða transpersonal psychotherapist. Er það heima bara? Nei, það úti og það Getur þýtt þetta fyrir mig? Sko, transpersonal í rauninni þá hugvíkandi, það kannski ekki rétt að þýðingin á transpersonal, en transpersonal svona margvídda í rauninni, margvídda hugvíkandi og psychotherapisti þá sáluhjálpari eða sálgæsla? Nei, þetta til, þetta heitir ég veit að ég mann það ekki. Nei, ekki. En það allavega til. En svo er ég líka að læra sálfræði inn í þessu, en svo líka sjamanísk hlið, þannig að þetta háskólanám. En á hverju önn þá fer ég til Kólumbíu, ég átti að fara núna í júlí, en því ég frestað fram í október út af COVID. Og þá fer ég 2 vikna ayahuasca retreat, þar sem eru 7 ayahuasca seremoníur með öllum nemendum og kennurum. Og síðan önnina þar eftir, þá fer ég til Ekvador og þá erum við að vinna með eitthvað ennþá fleiri efni, ég man ekki hvað við erum að vinna með þá, örgulega peyote, kaktusinn frá Mexiko. Er það meskalín? Meskalín, já. Og ég freka mikla reynslu af honum líka. Og þannig í náminu, allavega, í náminu, þá erum við að, það er dálítið sem heitir Johari window og ég myndi ykkur svona glugga og við skiptum honum í 4 hluta. Og fyrsta hlutin parturinn, glugginn sem allir fá að sjá. Allt sem að ég veit sjálfa mig og þið vitið sjálfa mig.
the open space svo þar við hliðina á hérna gluggi þar sem að hlutinni sem ég veit ekki sjálfa mig en þið sjáið hérna, veist, Sara er svo svona hún er svo órygg þarna hún verður alltaf þetta er mjög áhugaverður mikil og það er þessi gluggi sem að við erum öll með það eru blindspottin okkar ok, og þetta er bara svona 4 hérna, alveg eins og gluggi svo er parturinn þar sem að eru hlutinni sem ég ætla ekki að segja neinum sem ég veit en þið vitið ekki leyndamálin sem ég ætla að taka með mér í gröfina skömmin, njálgurinn, kendina mínar og allt þetta og svo 4. parturinn er the unknown það er það sem að ég veit ekki og þið vitið ekki og bara engin veit neitt ok, það sem við viljum gera unknown kassin, við viljum minnka hann eins mikið við getum og stækka hérna þið vitið og til þess að færa línuna þú hlýtur að færa þetta ofar yfir í næsta glugga nánast. Já, ég þyrftilega að geta sko teikna þetta upp til að sýna ykkur. En til þess að færa línuna, þá förum við í partinn þar sem að ég veit ekki, en þið vitið. Já. Til þess að ná þeirri línu lengra til hliðar, þá þarf ég að hafa manneskjur sem að konfronta blindspottin mín. Já, og það er, og það er tólsporavinna rosalega mikið. Þar ertu með sponsor sem að bara kollar á bullshitið og hérna fólk sem að bara bendir manni á þú veist hvar maður er í skugganum og hérna og það er mjög mikilvægt fyrir alla að vera með einhvern að spegla blindspotið sín þannig að við náum þeirri línu til hliðar og svo til að ná hinni línunni niður þá þurfum við að vera með mannesku sem að við tristum og það er þá eins og kannski sálfræðingur eða góði vinnur þannig að hérna heyri ég getur verið maki já hérna heyri ég og hérna segi ég þannig að þá þarf ég að finna manneski sem ég get sagt allt og þá sem sagt hérna og þá minnkar hérna unknown area og kröftugasta leiðin inn í unknown area eru psychedelics því hvernig ætlar að komast þangað? Ég að segja, varnirnar okkar flestra dáleiðsla já, ég meina, þetta hjálpar allt dáleiðsla, öndun, jóga hugleiðsla, allt þetta en sterkasta leiðin til að penetrata inn á þennan stað eru psychedelics. Byrja þín vegferð þarna, altså ayahuasca þá erum við að tala DMT. Byrjarðu þar? Nei, ég byrja í hérna Guatemala, þá byrja ég fer þangað, prófa sveppinn. Já. Og þá hefðbundin psilocybin sveppur þá? Já, og hérna prófa hann. Full dose? Nei, það var ekki full dose það var svona, ég var að microdósa og svona minitrip og hérna allt svona voðalega conscious þú veist, í svona bæ þar sem allir eru hippar og jógakennarar og heilarar og það var allt mjög consciously og þar prófaði ég hérna líka sýru og að reykja hérna búfó sem er svona DMT 5-MeO sem er hérna það er svona stutt víma eða hugvíku já, það er ekki víma það er svona, maður bara fyrr það er kallað hérna the God molecule já, og maður eiginlega svona bara hittir Guð þar sko. það er í rauninni þegar talar þú reykir DMT og þú fer inn í eitthvað ástand sem að væri kannski 10-15 minn já eru þetta ekki ávanabindandi efni? Nei, þetta er og hérna, þú veist, eins og búforreynslan margir bara treysta sér ekkert í það aftur en breyti lífiðinu en hver er munurinn á þessu og til dæmis svona hefðbundu ayahuasca er ekki eitthvað annað efni í ayahuascanu ásamt DMT-inu er það ekki 2 virk hugvíkandi efni í ayahuascanu sko í ayahuascanu þetta eru 2 hérna plöntur þetta er börkur af einni plöntu og börkur er rót og svo er það lauf af annarri plöntu sem er soðið saman og er ekki annar þeirra hluti DMT? Jú, og hérna annar hlutin er DMT og það er DMT í okkur, það er mikið DMT í appelsínum en magasýrunar okkar, þegar við borðum appelsínunar hérna deactivata í rauninni DMT en það sem að þessar plöntur þegar eru soðnar saman DMT í annarri plöntunni og efnin í hinni plöntunni sem sagt varna því að magasýrunar okkar deactivate DMT þannig að færa hérna fara inn í líkamann En búum við ekki yfir líka bara forða altså er ekki DMT í rauninni búum við ekki yfir DMT í heila köngli? Jú. Er það ekki? Jú.
það bara í og okkur einhvern tímann sko, sjálfur hef ég orðið fyrir reynslu sem ég rauninni get ekki útskýrt nema með getgátum en mér var sagt sko að þegar að ég næði að keyra upp mænuvökun altså inn í hryggnum ég skapaði henni þrýsting sko og þrýstingur leiður upp í heila köngul og þá í rauninni það þrýstingurinn sem að gera það verkum að heila köngulinn kastar út þessum mikroskópísku dropum af þá DMT þá taugabóðefnum. Já, þetta svona, sem ég kallar þetta kristalla, það bara misjant hvað en já, það það sem gerist. Skilur, því þá ég komin í rauninni í þetta ástand innan frá og þá þarf ég ekki að taka það utan frá og inn. Þetta ekki að skilja það? Jú, en bara ef að við værum bara ekki með sjónvarp og ekki með síma og ekki með klám og ekki með bara veist, allt þetta stöf þá væri kannski meira bara svona í þér að taka einhverja kröftuga öndun og þá væri við í iðkun væri við bara kannski meira í iðkun og og mér svolítið svona skemmtilegt þetta aspekt og þessi veist, en ef ég með þetta inn í mér okkur þarf ég þá að sækja þetta utanfrá þú þarf ekki að sækja þetta utanfrá en þú getur bara veist, ef þú getur núna bara droppa fjölskyldinu þinni og droppa vinnunni þinni og bara verið hér og bara iðkað þá getur komist í svona svipað ástand kannski á einhver tíman en það sem að en ég ekki fordæma hitt nei, algjörlega þetta bara svo áhugavert mér svo skemmtilegt bara býta af hverju vera að þessu já, af hverju vera að þessu ég óska engum að deyja á hans að prófa hugvíkandi ferðalag þetta stórkostlegt að upplifa að upplifa ég með mitt tráma á æsku ofbeldi og alls konar og upplifa að sko gráta bara eins og ég var að missa barn af stórfenglegri fegurð minni bara og að fá þessa tilfinningu inn í líkama minn bara þetta ég veist þá þessi upplifun komin til mín og ég bý með henni já, hún aldrei tekin frá hún ekki tekin frá mér þannig að shifta því að ég gölluð og ég svona ég veist getur þú alltaf að leita aftur í þessa tilfinningu já, þannig að það það sem að gerast í þessu þú færð eitthvað svona þetta ekki að endur forrita jú, og það það sem að psilocybin gerir psilocybin að regenerata nýja svona pathways í heilanum þannig að það að búa til nýjar taugabrautir sem að eru meira beneficial fyrir þetta lífkerfi að vera á hreyfingu veist þú talar alls konar hugvíkandi efni nú hugsa ég bara Bubba að syngja meskalín og eitthvað svona dóttir ég skilur með allt til að því ég náttúrulega svolítið nýgræðingur í þessu með sveppina og það hef ég heyrt ofta á þennu svo líka meskalín og allt þetta þetta allt gott, skilur við, þetta mismunandi þetta allt effekt hvernig veistu hvað þú ætlar að nýta þér og í hvaða tilgangi að þetta svo mikið að efnin gerir ráð fyrir já, sko, þetta náttúrulega ekki það ekki eins og þú getur bara farið núna bara, já, herri, ég ætla að velja þetta veist, bara þegar þú stígur inn í þetta ferðalag þegar þú stígur inn í þetta heim þá bara kemur til þín, skilur það, kemur þetta veistu, þegar maður fer til Guatemala þá bara var peyote shaman nýræður maður frá Mexíkó að koma með peyote ceremoníu þannig að og vinkon mín var bara hei, viltu ekki koma með? Já, ok, þú veist það var ekki búið að kalla á mig en ég fór í það þannig að og peyote gefur svona hægt að gefa þakklæti í töfluformi þá svona já, ég alveg bara, þú veist, það svo erfitt að útskýra ég skilji vel en það sem ég veit að þetta gerðslega búið að breyta lífið mínu og þegar maður fer inn í þetta ferðalag tilbúin til sjálfskoðunar og í auðmýkt og ekki að keppast við að hvað kemst í margar ayahuasca-seremoníur eða eitthvað svoleiðis þá þetta bara, þetta breytir lífið fólks og fólk á því?
Er mikið það að manneskjur að fara inn á þessa leið á röngum forsendum og með rangar áherslur? Nei, það ekki mikið það. Nei. Ekki það sem ég veit og það ekki mikið það því að þú sveppurinn, eins og þú ert að segja, sveppatripp og vissir ekkert gott eða vant eða eitthvað. Sveppurinn svona eins og speklasalur lífsins. Hann svona bara, hann bara svona, já, þarna ertu með þig. Hvaðan ertu að koma, hvað ertu núna og hvert ætlar að fara. Þannig að það ekkert gaman. Sveppatrippur bara geta verið rosalega erfið en óbáslega upplýsandi. Þannig að sérstaklega þegar fólk í rugli og neyslu og fara sveppatripp að sjálfsögðu bara ert að fá mjög líklega slæmt tripp að þau ert bara í ruglinu. Hann bara dude, þú ert í fokkin ruglinu það sýnir eitthvað djöfla því að það bara það sem þú ert að vasast í, díla í það bara djöflanir, ef þú sér eitthvað djöfla það bara því að þú ert að díla við innri djöfla og þetta já. En hvernig mætur þau svona þessum ég ætla að leyfa mér að segja fordómum allt svo þarna út í samfélaginu, hvort það sé frá hópum eða einstaklingum sem snúa að í rauninni þessu þú ert með hugvíkandi og svo ertu með vímuefni þú ert með hugvíkandi og svo ertu með fíkniefni hvernig myndirðu skilgreina í rauninni hver munurinn svona bara í fljótu og hvernig mætirðu svona fordómum? Sko ég mæti engu fordómum bara ég man ekki hvernig ég mætti fordómum síðast en auðvitað fólk eitthvað svona á pínu svona svolítið sketchy já, en ég skil það bara ótrúlega vel að því að ég var hana sjálf fyrir 5 árum þegar hippavinni mínu voru að microdose þá var ég bara, já þetta bara eitthvað spiritual bypass að dópa sig og þannig að ég skil það bara ótrúlega vel en það sem ég veit að allir fordómar ótti eða vankunnátta og vandamál heimsins að fólk ekki tilbúið að setja sig í annarra manns spor ef að ég var sannarlega tilbúin að setja mig í þín spor þá myndi ég skilja þig það er alveg óskilyrt samkennd já, og það það sem að psychedelics maður fær dýpri samkennd maður fær skilning og það sem fólk að fá skilning á af hverju gerðist þetta af hverju braut þessi á mér og bara að fá skilning og samkennd inn í, og við fáum öll verkefni fáum öll eitthvað sem að brýtur á okkur og í mismunandi formi hvort sem það fjölskylda, foreldri missum eitthvað fyrirtæki að og við þurfum öll að vinna úr úr þessu þannig við erum öll með sögun okkar þetta var svo sárt fyrir mig, ég ætla að halda í söguna og þar erum við ekki að leyfa okkur að stíga inn í að sleppa tökunum og stækka hjartað í rauninni það sem psychedelics að gera fyrir fólk að fá samkennd og skilning og það bara fyrir hvern og einn að fá samkennd og skilning inn í söguna sína ná að sleppa tökumáðunni þó þú heldur að viljir ekki sleppa tökumáðunni því að þú átt svo mikið rétt á að vera fórnalamb það bara þess virði en ég svo rosalega forvitin með fréttamiðlana ertu alveg edrú að fréttamiðlum? Já, ég og hvaða áhrif hefur það? Ég var að pæla þetta, ég var bara að hugsa fekk flashback í dag MBL og svo fyrir hann á DFF og svo Vísi og allt þetta. Já, ég verð að viðurkenna núna síðustu mánuðina þá hef ég aðeins kíkt inn á Vísi svona... Varstu svona spennt við prófkjörinu á Sjálfstæðisflokknum? Nei, ég var spennt yfir ég var spennt yfir yfir eldfellinu. Já, ok. En það var ótrúlega magnað að það myndast svo mikið space. Ég fekk svo mikið svona frí og ég þurfti alveg að díla við svona ég verð heimska stelpan sem veit ekki neitt um neitt en ég hef bara aldrei lent í aðstæðum þar sem að ég upplifi það að veit ekki neitt um neitt jú, ég hef alveg upplifað það en mér alveg sama bara og hverju ég búin að missa af síðan 2015? Þetta tekur rosa ár og svo það Palestína og svo var eitthvað fótboltalið sem tapaði fyrir öðru og þetta og bara
og bara orkulega, bara vakna fréttirnar, og þú veist, og þetta er svo skemmtilegt, allt er orka þannig, og hérna er bara loftnet og bara hvað er það að senda út og hérna, og eins og allir þekkja hérna Secret myndina, þú veist, þetta er bara alvöru og bara vakna fréttirnar, hrikalegt, þetta maður er bara svona að háma í sig drasl þótt að þú sjáir ekki nema bara fyrirsagnina sko. Já, þannig að fyrir mig að losa mig við þetta, það bara svona það var eins og, hérna, þetta var svona vítt, svona farið úr einni vítt og það opnaðist einhver önnur vítt sem var svona stór og frjáls og Neist að gegja sko. Já, þannig að þetta bara var gegja fyrir mig sko. Mér langar að fara svolítið inn í sko, nú ég eins og við komum fram í 12 spora samtökum þar sem dílað við fíknisjúkdóm og þar inni sko, þar eru gríðarlegir fordómar gagnvart þessu og ég fæ alltaf að heyra það sama, það er þarna sem í rauninni menn, og ég sjálfur í rauninni haft þessa fordómar líka þótt ég finna að þeir sé að breytast en þarna fara menn út í neysluna aftur, þarna fara menn og falla, þarna er fallbrautin, þarna byrjar hún og þarna á sama tíma veit ég að stofnandi í rauninni þessara 12 spora samtaka sjálfur í ykkur 10-15 ár stundaði það bara fulldósa LSD með konunni sinni sem meðal annars stofnaði allan samtökin og sínum einkaritara, þau voru 3 og þarna í rauninni þau voru í rauninni að gera tilraun á því hvort hann gæti öðlast eitthvað vitundarsamband við eitthvað guðsvitund í gegnum neyslu á LSD, þannig að þetta er í sögu þessa sömu 12 spora samtaka en hvernig, og við viljum helst ekkert heyra mikið það mér finnst það svo skemmtilegt það er bara, það fylgir þessu bara svona, já þetta er svona nánast eitthvað kjaftasagan, þetta er bara söguleg staðarind frá 1950 til 1961 eða 2 en hver svona, hvað myndirðu segja við alkohólistan eða fíkilinn sem að lítur á sig í bata með uppgerða fortíð og er að drepast úr fordómum gagnvart þessu og eru við edrú Já, sko geti verið edrú á svona stað en verið í þessari vinnu Já, ég þekki einn harðan AA talibana sem að fór í ferðalag og hann tilengaði líf sitt AA og í svona ekki skömm en hann fór á ferðalag og þar sem að kom hans upplifun var að hann upplifði svona eins og svona Stockholm syndrom, hann er búin að vera í svona Stockholm syndrom sambandi við AA þú veist, þar er bara að þú fellur þá ertu aumingi og þessi orka og ég skil vel að hún þarf þegar menn er að koma inn kannski en þessi orka þú veist, við erum öll bara börn Guðs og við erum öll lítil börn og það virkar ekki fyrir neitt í rauninni ef þú ætlar að verða hamingjusamur og frjáls að bara vera á bara hnefanum og bara stattu bara á hnén bara gefa í sponsa meira, fleiri fundi þannig að það er bara það sem ég held fyrir mig fallbraut allt getur verið fallbraut skilur og fara í eitthvað samband eða þannig að ég svo sem þú veist, ég hef ekkert skoðun á því hvað þú veist, menn þurfa bara að finna fyrir sig en það sem að ég veit að það er svona hörku lenska þarna inni og að bypassa það hvernig stofnandinn varð edrú finnst mér svolítið bara komist. Já, þetta er nú kannski ekki hann alltaf, þetta er hluti af hans sögu. Ég myndi ekki segja að þetta, því hann komst að þeirri niðurstöðu, hann kom með niðurstöðu úr þessum tilraunum sínum að þetta væri ekki leiðin. Hann var að reyna að endur framkalla ástand sem hann sjálfur fór í algjörri uppgjöf einhverjum 20 árum áður þegar hann var í sinni afeitrun árið 1934 í desember, þess að vera nákvæmur. En skilur, hann var að reyna að endur vekja þessa tilfinningu og honum fannst hann ekki takast það, en það kannski skiptir ekki öllu máli, sko. Þetta er samt sem að hluta sögunni, sko. Fattar þú?
Já, ég segi bara að það þarf hver og einn að finna fyrir sig hvað er rétt og hvað er rangt og það sem að ég veit fyrir mig að þegar það er svona, þú veist, eitthvað svona hörku samtal, eitthvað þetta er vont og þetta, þá er eitthvað off. Svolítið svart og hvít, sko. Já, og það er bara minn sannleikur. Og ég bara veit rosalega marga sem að, hafa prófað psychedelics sem að eru í AA-samtökunum og hafa orðið edrú af psychedelics og ég veit líka fólk sem var í samtökunum og fór í ruglið að vera í of mikið psychedelics en það er ekki mörg dæmi það sem ég veit já, þetta er bara alls konar. Þetta er bara alls konar, það er engin eitt sannleikur. Það var, ég var að posta daginn á Instagraminu mínu með svona MDMA-therapy og það er líka mjög áhugavert. Og wow, ég prófaði svolítið daginn, Jesús minn. MDMA-therapy, það er náttúrulega bara hardcore partylyf, skilur líka. Já, það náttúrulega er ekki hardcore partylyf, það var búið til sem svona therapy, couples therapy. Couples therapy? Já. Ok. Og svo náttúrulega bara var það þannig að fólk fer að misnota því að fólk... Hvernig couples, ég er rosalega forðin, hvernig átti þetta að því þetta er náttúrulega þannig efni, skilur átti þetta að draga auka nándina? Já, það sem það gerir er að það, sko í rauninni, það er bara skömm fer, ótti fer, alla vonda tilfinningar fara. Það sem MDMA gerir, það flössar út 4, ég veit ekki hvort það búið efni eða hvað það er kallað, sem 4 ástar efnum sem eru, þegar við fæðum börn, þegar við erum ástfangin, það flössar því út í líkamann. Og þá er hægt að fara og þegar þú ert bara í ástarflössi, það er engin skömm, það er engin ótti, það er ekkert vont, þá getur þú farið í vinnuna, í trámað. Var þetta á full dose? Full dose, já. Eða svona bara therapeutic dose. Ok. Og og allavega ég var að posta MDMA therapy er komin lengst með svona FDA approval í Bandaríkjunum. Þannig að það er bara búið að leyfa MDMA therapy og þannig að það er einn aðmaður sem spurði mig að býtu myndirðu mæla með þessu fyrir mig og ég var eitthvað svona já, þú veist með terapista og síðan bara svona en þú veist, þú myndir þurfa í samræði við þinn terapista að þú veist, finna út hvað er rétt fyrir þig og hann eitthvað svona, já, en býtu, en ég er fíkill, er ekki hægt að ég, þú veist, fallið eitthvað og bara, kannski, þú veist, en ef þetta kallar á þig, þá bara finnst mér alltaf að þú skoða það fyrir þig, en ekki ef þú, eða þú veist. En er ekki niðurtúr eða vanlíðan? Það var einmitt það sem ég vildi spyrja. Af því ég hef eins og prófað að poppa sko, ég gerði ekki. Þetta er náttúrulega gerst það sig, sko. Nei, ég veit, ég skil, ég bara, já. Já, sko, í svona therapydós, þá er þetta bæði, þá er bara skammturinn það lítill. Og eins og þegar fólk er að djamma, þá er það kannski að taka 250 gram, þú veist, taka 3 á kvöldi, stóra skammta. Og allt og mikið. Og og kannski helgin eftir. Þannig að eins og í terapíinu, í MAPS í Bandaríkjunum, þar er fólk að taka 125 milligram og aldrei meir en mánuður á milli. Okay. Og svo getur þú tekið vist, borða vissan mat og tekið viss fæðubótarefni sem að hjálpa að byggja upp serotonin. Já, og styðja bara við áframhaldandi góða. Já, þannig að það og þú veist, ég meina sumir finna svona aðeins fyrir þessu daginn eftir í terapíu en það er aldrei eitthvað svona djam niðurtúr, þú veist, það bara er ekki og eins og í terapíu ég held bara 90... Er það því ásetningur er annar? Ásetningur er náttúrulega annar og 90-100% af MDMA á djamminu er kvættað og óhreint með eitri í. Er þetta, ef þú náttúrulega tala FDA approved, þá er þetta náttúrulega alveg hreinsað. Og það er ekkert Já, og það er ekkert Ajax upp út að dufta í og eitthvað svona tóttir í, sko. Já. Þannig mest skemmtilegt og mest líka bara, eins og ég segi, ég var svo fordómafull fyrir fíkniefnum og ég man þegar ef ég vissi að fólk tók kókaín, ég heilsaði ekki, sko. Ég var bara, þú veist, Þú myndir aldrei mikrodósa kókaín? Nei, ég veit ekki, það er þess að kókaín. Það er léleg hugmynd, sko. Ég hef prófað þetta.
Já, en það geti búið að skoða það skilji það bara virkar Ok, já, ég veit það ekki Nei, ég mæla ekki með því og ég ætla ekki að mæla reynda með neinu en já, bara eins og ég segi það fólk verður bara að hafa sína fordóma og ekki og bara allir verða að fá bara vera sem þeir eru Sko, það spurning sko, hvað með notkun á hugvíkandi efnum í þerapeutískum tilgangi eða í þannig umhverfi fyrir svo kallað, allt svo bara venjulegt fólk sem ekki að díla við fíkni vanda eða annað og kannski fólk sem að almennt glatt og manneskju sem að almennt bara telja sig ekki búa yfir óafgreiddum áföllum. Já. Bara svona venjulegt, bara glatt og ég er að tala raunverulega glatt fólk. Ég þekki fullt af fólki sem að það virðist allavega að vera alveg raunverulega glatt. Já. Þú veist, hvernig væri þetta að nýtast svona fólki? Sko, eins og Tryggva nágranna. Já, ef hann bara rosalega glaður og hamingjusamur og frjáls og hefur engan áhuga á psychedelics þá sækir hann ekki. Þá hann ekkert að fara að sækja psychedelics. Nei, það en eftir að segja að glatt fólk sækja ekki, nú ég mjög glaður myndi ég telja. Nei, ég að segja, ef hann og hefur engan áhuga, ég Já, við erum með vaðandi daddy issues. Ég meina, halló. Mér líður mjög vel, sko. Já, þetta nýri neðsta kassanum sem við vorum að tala um. Þetta algjörlega bara, það er svona Pandora's box. Þetta bara þarna. Já, ég búin að vinna í því samt, sko. Ég búin að vinna mikið í sjálfum í síðustu 2 ár, en samt í þögninni og í krakafæðinu kemur að poppar hjá mér þá ég hef verið íspa þá kemur upp og þá getur maður díla við hlutina sko. Allavega. Þú ert reynda mjög léttur sko. Ég er mjög léttur sko. Ég ótrúlega léttlynd og glæðlynd og ég bara fættist glöð og ég vakna ég bara vakna syngjandi og dansandi hverju morgni. Ég er ótrúlega glæðlynd, léttlynd bara leið mjög vel þegar ég fór inn á þessa braut en fannst það kallaði samt á mig ayahuasca því að það er það er að kynnast forfeðrum sínum, að kynnast þessu upplifanir sem ég hef fengið ég ætla kannski ekki að fara út í það en þessar upplifanir sem maður fær ef þetta er að kalla á mann þá er það að kalla á mann og ef þetta kallar ekki á þig bara í guðina bænum ekki vera faraðangað en ef þetta kallar á þig í guðina bænum leiður að faraðangað kannski þannig en ok, segjum svo að Tryggvi nágranni hann hann heyrir bara að það verið að kalla á hann það er eitthvað og það getur mögulega bara eitthvað sem bara einu svona veit ekki hvað það er bara eitthvað gömul erðasind og hann bara, ok hann fer inn í svona sveppa treatment. Hvernig fer þetta fram? Hver tökur á mótunum? Hvert er umhverfið? Hvað er magnið? Hvað er tíminn? Hvað er tími dags? Já, ok. Allur þessi pakki, bara prósessin, bara frá því að bara Tryggvi nágranni tekur ákvörðun og hann er komin heim til sín aftur. Sko, Tryggvi nágranni getur ákveðið að fara bara í eitthvað sveppari trít eitthvað staðar og þar bara finnur hann eitthvað svona sveppa serimóníu og þar kannski situr fólk bara í hring svona dínu og þú bara mætir og þú færð Þetta er alltaf svona í hóp oftast í hóp sko en það eru líka til svona engasessjón þannig að það eru til kannski 10-20 manna hópar og þá eru kannski aðeins minni skammtar og það er kannski verið að spila okkur á trommur og syngja eitthvað svona sjámænisk lög. Svo eru til minni hópar. Sumir mæta bara einhvern veginn, mæta bara í einhverja serimóníu. Það er engin undirbúningur, það er alltaf reyndar væntanlega samtal við aðilann sem er að halda serimóníuna bara varðandi lyf, af því fólk sem eru á SSRI-lyfjum má til dæmis ekki taka stóra skammta af sælusæpin, af því að klassa saman. Hvað gerist þá? Þá getur þú fengið svo kallað serotonin syndrom. Ok. Og ég man ekki alveg hvað Þess að langvarandi eða skam? Já, það er langvarandi. Já. Og í rauninni þá, SSRI-lyfin Það myndir bara með 15% allir í þjóðinu, sko. Já, en þannig að fólk, áður en að fólk er að fara í svona, þá er það að trappa sig niður af lyfjunum.
Líka með microdosing þá eða? Nei, það ekki hætta á serotonin syndrom með microdosing. Þetta svona, einfalt útskýrt. Segjum að heilin sé með svona alls konar fullt af rörum. Það sem SSRI-lyfin gera, kannski setja tappa á rörin. Nema en psilocybinið, það vill fara í sömu rör. En það rör á móti. Það eru tengingarnar. Skiljiði. En SSRI og psilocybinið, þeir eru að slást sömu götin eða sömu rörin. Og ef það kemur á mikið að báðu, þá getur fólk fengið svo kallar serotonin syndrom. Það, já. Sem ekki gott. Það ekki gott. Nei. Okay. Og ég hef aldrei heyrt af neinum á Íslandi sem hef fengið serotonin syndrom, ekki sem ég hef heyrt af. Og það bara hægt á að væga einkenni og já, sterkar einkenni. Ég bara man ekki lengur hver einkenni en þetta allavega, en ég... Það þarf að fylgjast vel með þess að ég held að það sé enginn sem að passar ekki upp á þetta. Nei. Ég held að enginn. En Tryggvi nágranni, hann kominn í seremoníuna. Það eru 10 manns og það verið að fulldósa, þá hvað erum við að tala um? Erum við að tala um 1 eða 2 gram af sveppum? Já, 1, 2, 3, 4, 5. Það fyrir eftir hvert þú ferð kannski, þú veist að hvað þú ert að, já. Og þetta bara möli niður? Eða þetta drukkið? Það alls konar, sjamanísku hefðirnar eins og hafa verið notaðar í 1000 ára í Suður-Ameríku. Þar áttu að geyma sveppin í hunangi og tyggjan og tyggjan þar til að, þú veist, þú mátt ekki kyngjanum. Þannig að tyggur hann í gegnum munnin. Já, tyggur hann í gegnum munnin og þá byrjar að senda boðefni upp í heila hvað sé að fara að gerast. Þannig að það svona Það er mjög miklu fljótvirkari leið heldur en að taka þig gegnum maga. Já, og þá bara tyggur og síðan bara bráðnar þetta allt ofan í maga. Það ein leið, en yfirleitt þetta að blanda til dæmis í te og já, það svona algengasta. Og eru gefnir bústerar þarna eins og í ayahuascanu? Já, það oft gert, ég held að, já. Flestir. Hvað eru bústerar? Bústerar bara kannski eftir klukkutíma eða eitthvað þá getur fólk fengið meira. Þú veist, kannski ertu fastur og það oft talað að fólk sé með hjálminn á sér. Þú veist, bara það berjast á móti það. Já, og þá kannski gefin búster til þess að sprengja hjálminn að þér. En hvað rauninni ástandið? Segjum, Tryggvi þarna, liggur á gólfinu á okkur í dínu og hann komin í eitthvað ástand og og hann ekkert að interakta kannski eitthvað með öðrum, hann bara eitthvað að vinna inn á við. Hann bara í einhver innri vinnu og bara einhverjum upplifunum og svo svo einhver hjá honum sem getur komið til hans ef hann þarf að fá allt svo snertingu. Það bara misjant, held ég. Þú veist, það misjant. Sumar seremoníur eru þannig að það kemur enginn til. Þú ert bara alveg. Já, þú ert bara á þinni dínu, það átt ekki að tala við neitt, ekki snerta neitt. En þú átt að díla við bara eitthvað massíft tráma sem bara kallar á að þú þarft í rauninni bara... Já, þá ættir þú kannski ekki að vera að fara í stóran hóp. Nei, þá þurftur meira þá að fara í svona svokallega engasessjón. En þetta sem keyrist upp ekki líka fiksjón sem kemur upp. Ég alltaf að sækja eitthvað gömul og jafnvel eitthvað sem ég vissi ekki af? Getur ekki bara komið upp eitthvað sem bara ekki til, sem bara verður bara til í ástandinu? Að ég sé eitthvað, skilur hafi lent í einhver hræðilu sem bara gerðist ekki. Þú náttúrulega getur ekki svarað þessu en þú skilur bara eftir. Jú, það til dæmis núna í náminu mínu þá var ég ekki búið til scenarió sem mann dreymir, skilur. Núna í náminu vorum við að læra var ég að læra, þannig að það var dæmisaga mann sem hafði í svona þerapíu fengið endur upplifun eða í rauninni farið aftur í æsku þar sem hann upplifði að mamman sagði beitt hann sem miklu ofbeldi. Og hann upplifði svakalegt trauma og ofbeldi af hendi móður sinnar. Þannig að hann sem hann vissi ekki af. Hvernig vitum við þá að ekkert mál. Og hann fer og fer til móður sinnar og konfrontar hana og hún bara afneitar þessu, þannig að hann lokar á hana. Og þetta kennarinn í náminu mínu sem að kenna ethics and care og þetta reynslusaga úr hennar lífi að kunna frá henni og hann lokar á mömmu sína í 2 ár. Svo heldur hann áfram sínu ferðalagi og svo fer hann dýpra inn í þetta og fer í ayahuasca í
endurupplifun þar sem að hann fer í fæðinguna sína og í fæðingunni festist hann í fæðingaveginum og festist í fæðingaveginum og það verið panikk og hann deyr næstu því og þarna sér hann að þetta trauma sem hann upplifði hann fékk í rauninni einhverja aðra birtingamynd þannig að hann bara var ekki búinn að fara nógu djúpt eða nógu langt að sjá að það var trauma þarna og það var tengt móðurinni og fyrir hann sem og þetta var ótrúlega magnað þetta svolítið slippery slope eins og þið segja sko. Já en það til dæmis að stökkva ekki og fara að benda á aðra eins og ég upplifi eitthvað að ég hef lent í einhverju það ekki málið að fara og ráðast á aðra halda fram að grafa ég bara að vinna með þetta þannig að fyrir fólk einmitt að ef það kemur svona að sitja með því og stökkva ekki af stað þannig að og þarna þá fór hann til mömmu sinnar og þá kemur þetta í ljós með fæðinguna og allt og það var það ofbeldi nei, það er náttúrulega ekki ofbeldi en fyrir hann sem unga barn þetta trauma og það situr í kerfinu en þetta alveg magnað heilin munum við alveg mani bara þangað til alveg frá þetta alveg magnað það til bók sem heitir The Body Keeps the Score fyrir þá sem pláss fyrir allt þetta dótin uppi það ekki bara heilin sem hann og Rupert Sheldrake hann kom með í rauninni, hann var með rannsókn þetta vísindamaður sem skrifaði bók sem heitir allt svo vísindablekkingin og það í rauninni ekkert sem bendir til þess að minningar séu raunverulega geymdar í heila vef það eru annars staðar sko. Og hvar svarthóli já ég meina, skiljið hvað við og við höfum líka farið inn á þetta með hjartaheilan sko. hvernig í rauninni hjartað eða sellur hjartans hafa einleika til þess að geyma minningar sko. Sjónminningar sko. Og upplifanir og ég sjálf sko, og það sem að fólk segir alltaf upplifunin sem þú færð í hugvíkandi ferðalagi í rauninni raunverulegri en veruleikin sem þú ert í þannig að hugvíkandi ferðalag þar sem að ímyndunaraflið endar núna þar byrjar það og það bara hvað þar hvað þar þú getur ekki ímyndað að því að það nær út fyrir ímyndunaraflið það hugvíkandi ferðalag það mjög powerful og þannig það og ég hef upplifað fyrir líf og ég fekk upplifun að vera neanderdalsbarn og mér stildina skemmtilegt að og ég algjörlega frjáls frá því hvort að fólk finnist þetta bull eða trúið því ekki en það sem ég upplifði var að vera neanderdalsbarn og mamma og pabbi voru búin að fara svona frá hópnum þannig að hann vildi ekki vera í svona stórum hóp og það sem ég upplifði var að þau voru að elda mig og voru að fara að borða mig og þetta var ekki verið ánægilegt nei, þetta var ekki vont það sem ég sá út úr þessu var í rauninni shiftið eða þegar vitundavakningin kom í mannin að ég fekk að svona upplifa inn í bæði barninu og mömmu og pappa pappi var bara svona hann gat ekki beðið eftir mjúka besta kjöti sem hann fékk þetta eru frummennirnir og þau fengu sitt hvort augað skilurðu og mamma í rauninni en það var svona í henni eins og þú ert að reyna kannski vera vegan en langar að fá þér þú veist eitthvað kjúklingasalat og ert eitthvað svona ætti ég, nei, þetta rá þannig að það var svona í henni shiftið þegar neanderdals varð að verða eða hvort það var neanderdals eða var að verða svona conscious umbýtu þetta eðlilegt að borða börnin af því að þau eignuðist endalaust börn og þau geti ekki verið með þú veist 10 barnarhúa eftir sér þannig að þetta sem sagt upplifun sem ég fekk að fá skilning inn í þessa vitundavakningu eða shift þar sem að hún var svona þau gátu ekki beðið eftir að fá þetta æðislega kjöt en er þetta rétt og hvað þetta var svo djúp upplifun fyrir mig að upplifa einhvern veginn hvað þau voru spennt að fá mig en hvað var að berjast
innra með þeim. Já. Því þau raunin á sama tíma eru þau að gera gegn einhverju sem að fæðast. Já, en þau eru Innra með líka þeim, bara, sko. en þau eru bara surviving, þú veist, það eru bara einhverju sverð tígristýr og eitthvað, og þú veist, og ég man, þú veist, alveg eftir gróðrinum, þú veist, þetta er einmitt svona ekkert sem er til lengur og alvöru eða ekki, þú veist, ég fekk rosa sterka djúpa upplifun inn í kjarna minn af einhverjum skilning á manneskinni, hvað sem það þýðir. Þannig að fólk fær alls konar, þú veist, ég veit mann sem fór aftur í móðurkvið og skildi, þú veist, hann alltaf verið bara að upplifa höfnun og hann skildi, hann fekk að upplifa að vera í móðurkvið og mammas vildi hann ekki, hún var ung og hann var utan þú veist, hjónabands og það var ekki, hún vildi hann ekki en hún var bara og hann fekk að finna þetta allt, skilja þetta allt og upplifa, býtu af hverju upplifar hann höfnun. Ég var í sundi núna áður en ég kom til ykkar og ég var bara ofan í lauginni alveg, bara svona með augun og alveg onni og þá var ég að finna svo mikið fyrir vatninu og fyrir öllu fólkinu og það var svona strákur ekki langt frá mér og hann var að tala svolítið mikið svona, ekki æsturinn, hann var svolítið mikið að tala við eitthvað og ég fann svo mikið orkuna frá honum og veist, og síðan kom eitthvað börn og hoppið onni og ég var svona að finna fyrir öllum og ég alveg, já, þú veist, ég var þarna í klukkutíma og ég fann svona hvar var þú veist, spenna og hvar orka hvað með að vera í 9 mánuði og inn í vatni og finna alla tilfinningarnar sem að flössast í gegnum líkamann á móðurinni og ég bara svona, vá, börnin að fá í móðurkviði bara, þú veist, konan fær fullnæðingu þú veist, barnið finnur fyrir þess að einhverju leiti, við vitum ekki hvernig það finnur það ótta, spennu, kvíða ofbeldi og ég var bara svona það var að hugsa á sundinu ég bara, vá, barnið í móðurkviði ég fann svo vel fyrir öllu, þú veist, hoppaði eitthvað barn ofan í laugina og ég svona þú veist, og ég alveg, og ég alveg, vá, að vera í móðurkviði að stunda kynlíf harkalegt kynlíf og ég bara svona, hvaða áhrif hefur þetta á barnið þú veist, þannig að það er þú veist, það er svo margt djúpt sem að við verðum fyrir sem að við gerum okkur enga grein fyrir hvort það siti í taugakerfinu okkar, tilfinningakerfinu í sækínu, hvar þannig að Ert þú farin að lesa hugsanir? Vá, þú alveg svona bara komst mér á óvörum að segja þetta við mig því að það ég ætla ekki að segja já, nei en fólk í kringum mig segir að ég lesi hugsanir og þegar maður eins og ég og kærasti minn við erum bara svona bara fríkum hvort annað út með svona hugsanalestri þannig að ég trúi því að við telepati er bara eitthvað sem að ég er búin að vera mjög áhugasöm í mörg ár og búin að æfa mig þannig að ég ætla ekki að segja að ég lesi hugsanir en að sama skapi þá trúi ég á telepati að við getum öll lesi hugsanir ef við opnum fyrir það og æfum okkur Þetta svar í rauninni hafði með seinni hluta síðustu spurningarinnar að gera og þú komst alveg með það hefur í rauninni með framtíðarsýn ég kemur hverju framtíðarsýn hvað var að geðhjálp og sálgeðslu því núna náttúrulega bara, þú ert hérna núna því ég sá þig í samhengi með bæði híðin umstæðansíki og geðhjálp og svo er henni formanni geðlækna félagsins eða eitthvað alveg þeir eru báðir mjög svona opnur og móttækilegir en það er þetta framtíðarsýn hvað varðar andlegan þroska mannsins og vitundar og samneyti manns við móður jörð þannig og þessi telepatía eru við á leiðinni þangað? Eru við að fara inn í meiri næmni? Já. Og meira ljós og svona óskilyrtrari samkennd? Já og nei. Já. Það er veldisvöxtur í vakningunni og það sem að ég hef séð og upplifað sjálf og upplifað hjá öðrum að eins og úti í svona DMT-seremoníum menn sem að kannski reykja DMT í fyrsta skiptið sjá tré eða blóm býtu það er lifandi, það er að hlusta á okkur og bara sjá tré
blóm, gróður í fyrsta skiptið og þegar fólk þetta tala að vakna til vitundar þá vaknar frá því að vera manneskja í bara þú veist að hafa áhyggjur og vinna og gera þetta og þú vaknar fyrir að sjá lífið í kringu þig, sjá fuglana betur, sjá grasið, sjá trén, finna fyrir jörðinni og finna þessa tengingu sem að móðurinn, hún móður okkar og en svo annað það sem að ég sá eða upplifði því ég var út í Mexíkó í viku að borða peyote kaktus og vera hitt í kirkjunni þar og dýrafórnir og bara ótrúlega upplifun að yin og yang merkið það verður aldrei meira sko við getum ekki að verði bara meira ljós og minna skuggi þetta helst algjörlega í hendur bara það verður ekki meiri líf en dauði þau eru först saman lífið og dauðin og við erum alltaf svona að vonast þess að vera meiri líf en dauði meira ljós en skuggi og hann bara fari en það sem ég sá að maður getur, þetta bara spektrum þú veist ljós og skuggi hvar ætlar að vera á spektruminu eða hvar ætlar að vera með fókusiðin hvar, þú veist, og hvað ætlar þú að og eins og ég sé það veist, þegar ég sé fólk þá finn ég fyrir hvað kemst mikið af Guði fyrir inn í líkamannum skilur, hvað hleypur miklum Guðin í líkamannum þannig að hvað vil ég leyfa þessi hylki sem að ég núna á þessari jörðu að vera mikið ljósinn í honum eða mikið Guði eða hvað sem það og hvað vill ég halda miklu skugga inn í hylkinu og þarna getum við valið þú veist, það verður aldrei bara ljós og ekki skuggi þannig að það getur hver valið fyrir sig hvað þú vilt hafa mikið ljós og mikið skugga og þannig að það svona mitt teika það ok, þá það geðhjálpin já veist, þú ert að mennta þig þarna, til þess að verða auðvitað til þess að fræðast en líka til þess að verða marktæk sko. Veist, og málefnaleg veist, við erum að veist, þetta, og ég sé að þetta að færast yfir í allt svo raunveruleikann sko. Og þú sjáum bara hvað í rauninni geðlyfja batterið eins og það uppbyggt í dag þetta tapastríð sko. Þetta ekki að virka nei Veist, þannig að það sama þú getur ekki í rauninni það ekki hægt að réttlæta ég þekki engan nöttara og ég þekki marga nöttara ég þekki engan sem hefur læknast af geðlyfjum nei, það ekki einn nei. Ég þekki eins og að mörg sjálfsmál og margar nauðungarvistanir og alveg ótrúlega mikið af sorglegum dæmum sko. Þannig að hvar erum við með þetta og hvað að fara að gerast því að sko, framtíðin mun óumflýjanlega líða sko. Við erum óumflýjanlega að fara inn í eitthvað ljós þarna. Já, við erum öll það bara mín trú við erum öll börn Guðs og en það búið að kenna okkur frá því að þú veist, að við erum búin að læra að við séum eitthvað annað, að við séum byggluð og ónýtt og þetta og og geðlyf hjálpa okkur og við eigum öll rétt á að vera hamingjusöm og vera lifandi og vera frjáls og það sem að ég búin að læra að því meira sem ég kemst nær innocence og barnslega hlutanum af mér því hamingjusamari og frjálsari ég og því tærari ég þegar ég vulnerable þegar ég í svona innocence og það kjarninn okkar allra en fullari fólk heldur að það var hluti af að vera krakki þetta ekki svona barnalegur og nú átt að vera fullorðin en fullorðin algjört tálsýnar hlutverk fullorðin svona múrveggur ekki komast að mér þannig að það það sem að ég hef séð að þegar þú heldur og sért eitthvað fullorðin þá ertu ógeðslega hræddur litla hjartað þitt og þessi lyf að við þurfum að finna rörið og allt sem inn í fólki það þarf að finnast til þess að komast út og það þarf að finna í farveg til þess að komast út en lyfin bara setja tappa þið veitir og þá bara
og þá bara þetta svo mikið sorg já, og þá bara sorgin lokað inn í flösku og bara spenna og hérna þannig að já, og ég ætla ekki að tala á móti lyfjum en þau hjálpa í kannski einhverju krísuástandi en eftir það bara þarf að vera þú byrjar á lyfjum, ert í krísuástandi svo þarf bara það þarf hugleiðslu, það þarf jóga það þarf rými til þess að komast nærðir, hvað að gerast þarna, veist, það þarf að kafa inn í dýpið en það þarf að gera það með mýkt utanumhaldi kærleika, hlýju og það það sem að í AA-samtökunum þú veist, það þessi harka þú veist, hún virkar alveg en svo bara virkar hún ekki Ég myndi kannski ekki segja í tólsprófsamtökum eins og til dæmis AA-samtökunum að harkan sé allsráðandi en hún finnst já, algjörlega og hún þarf örugglega oft fyrst og en svo bara þurfa allir bara að fá að vera leiddir inn í hjarta sitt og flestir kunni ekki leiðin inn í hjarta eða viti ekki neitt þannig að þessna við að leiða hvort annað og það verður að tala þú veist við erum að leiða hvort annað heim í hjartað og þegar hver og einn kemur inn í sitt hjarta þá bara þú veist þá bara breytist lífið Amen Já, ég meina við erum bara að skauta yfir þetta allt sko Já. Þetta bara geggja spjall sko Það bara ótrúlega flotta bara að klikkar fá að hlusta á þig sko og Þetta já og enn og aftur þá kemur viðmælandi til okkar sem bara ég alltaf bara blown away by people sko fólk kemur inn og ég bara og ég oft uppfullur af fordómum gagnvart fólki en samt einhvern veginn hleyp þeim inn Hvað varstu með mér? Varstu með eitthvað? Nei, ekki beint sko, alls ekki sko ekki beint, ég hef verið með svona talsverða fordóma gagnvart svona hippalingum sko veist, en á sama tíma ég það svolítið sjálfur sko ég bara meira solitút sko fattarðu en ég var ekki með mikla fordóma í rauninni gagnvart þér sko en þú samt sem aður komst mér á óvart sko algjörlega sko geggjað að fá að hafa þig með okkur í kvöld Já, var ótrúlega gaman að tala og fá flotta spurningar það líka gaman að fá flotta spurningar og láta toga upp úr manni eitthvað svona Já, því málið ég allavega var við mikla fordóma og ekki bara mína eigin, heldur líka bara í mína nánustu umhverfi og það mikið talað og það eru allir sérfræðingar það veist, og eins og eitt sagði við mig daginn, hann sagði sko, samfélagsmeini í dag að skoðanir og viðhorf veru kynntar sem staðreyndir og ég bara nákvæmlega, ég svona ég mynda með skoðun bara þess vegna að út frá einhverju sem ég sé bara túsað okkur vegg og ég fann að blasta því út sem staðreyndur svona þetta og þetta svo ótrúlega hættulegt og þetta svo mikið ofbeldi og þetta svo mikið kúgun og þetta svo mikið réttrúnaður og ef við ætlum að fara að útrýma fordómum þá verðum við að gera það með fræðslu og þú kemur og þú segir okkur og við þurfum ekkert, eða hlustendur þurfum ekkert endilega að vera sammála öllu sem þú segir alls ekki en bara mutual respect fyrir þinni leið, ótrúlega flott takk og bara þangað til næst takk fyrir að koma og kemur varlega heim indislegt Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið.